Komið þið sæl. Hann kominn upp á vegg, yngsti viðmælandinn í hvítum máum. Leifur Hjörleifsson, veitingamaður og mikill áhugamaður Land Rover jeppa og á slíkan bíla. Hann líklega yngsti hvíti máfurinn sem hefur verið hjá okkur í þessum þætti. En það kominn nýr gestur og hann ekki að verra endanum. Hann Íslandsmeistari í 2 íþróttagreinum að ég best veit. Spilaði fótbolta, handbolta, hefur haldið sig yfirleitt á Akureyri, ekkert verið að fara í önnur lið eða önnur félög. Ellingur Kristjánsson heitir hann. Ellingur minn, velkominn. Sæll og blessaður gestur. Takk. Gaman að sjá þig. Takk. Íslandsmeistari í 2 greinum, það ekki rétt? Jú. Ég var svo heppinn að vera Íslandsmeistari í fótbolta í þetta eina skipti sem að KA tókst að verða það. Var svo heppinn? Já, þetta fylgir þessu ákveðin heppni. Menn geta verið með gott lið og svo þarf bara ákveðna lukku til það takist og við KA nú kannski ekki stærsta liðið, þannig að það þurfti svolítið lukku til og svona. En þetta tókst? Já, þetta tókst. Mikil stemning? Mjög gaman, já. 89, þetta allt síðan? Já, það var ansi langt síðan. Já. En við hittumst nú reglulega strákarnir sem vorum saman í þessu. Við höfum hist fyrst 99 og svo 2009 og svo ætlum við að hittast núna í haust. 25 ára afmælinu og halda upp á þetta. Þetta hefur verið sérlega gaman. Komið þið í búningum? Nei, við höfum mátað á stundum og það fer mönnum misvel. En ég held að það sé búið ákveða núna, það verði ekkert farið í fótbolta. Við höfum venjulega skipt í lið í fótbolta eins og við gerðum alltaf á æfingum gamla. Ég held að það verði ekki núna í haust. Það verður farið í golf eða eitthvað rólegra. Já, er það ekki alltaf algengt að fótboltamenn fari í golf? Jú, menn finna sér, fótboltamenn eru bara íþróttamenn og finna sér alltaf eitthvað sport annað og golfið mjög hagstætt. Svona ef menn hættir að geta hlaupið mér rætt, þá gott að vera í golfinu. Ertu í golfi? Ég er lítið í golfi, ég er svona aðeins að leika mér. Já, og með þá einhverjum gamlum félögum úr boltanum eða? Nei, gamlir félagar og svo bara með konunni. Já. Við erum lítið og erum ekki svona sjúkir eins og margir eru. Ellingur, þú ert íþróttakennari. Já. Sem heitir víst íþróttafræðingur í dag, er ekki rétt? Jú, þetta var íþróttakennaraskóli í gamla daga. Hvað heitir þetta þá? Núna? Já, þetta heitir íþróttafræði í dag. En skólinn, ekki íþróttakennaraskólinn? Jú, hann heitir íþróttakennaraskólinn. Og svo þetta reynda kennt víðar svolítið í dag líka. Já, en þú varst hvar? Ég var á Laugarvatni í 2 ár. Eins og náttúrulega menn sóttu? Já, þannig var þetta bara gert í þann tíma. Já. Útskrifaði sem íþróttakennari og kenndi svo hér á Akureyri allmörg ár og þjálfaði. Já. Og af hverju, Ellingur, af hverju fórstu í þetta? Sko, ég náttúrulega var bara íþróttaáhugamaður. Ég prófaði nú að fara í viðskiptafræði í háskólanum fyrst, en sá bara strax að það var ekki það sem Ekki þín deild? Nei, ekki alveg mín deild. Þannig að þá fór ég bara og við fórum þarna saman félagar, ég og Jóhannes Bjarnason. Vorum í íþróttakennaraskólanum í 2 ár sem mér fannst alveg frábært tími. Já, voru þið saman í þessu? Við vorum saman í þessu. Já. Má eiginlega segja að hann hafi svona kannski dregið mig í þetta bara. Já, og hann kennir ennþá íþróttir? Hann kennir ennþá íþróttir, ég hef gefist upp. Já, gafstu upp eða? Ég hef bara þróaðist svona, mér bauðst annað starf sem var ekki eins tengd íþróttum og þá var ég að þjálfa líka á fullu og þá var ágætt að kannski vinna við aðeins annað heldur en akkurat maður var að þjálfa. Er þetta svona að ef að krakkar hafa áhuga þá bara fylgir það þeim alla leið upp úr? Já, menn hafa alltaf áhugan held ég, ef þeir fá hann í upphafinn, en svo mismunandi hvað með stunda íþróttina lengi sem svona alltaf sér að vera afreksmenn. Já. En þegar þú ert byrjað í þessu og búin að ganga svona upp í gegnum flokka og upp í yngri flokkunum og sástu fyrir þér að þú næðir þessum árangri? Ég held maður hafa bara... Var það stefna? Nei, ég held að það hafi kannski vantað á í svolítið hjá okkur að stefna á eitthvað ákveðum. Sá fyrir sig bara meistaraflokk og fór á leiki á þeim og langaði til að verða eitthvað svipaður en maður var náttúrulega aðal í þessu að þetta var bara feikilega gaman og góði félagar og það var nú aðal ástæðan sko. En þú ert í öðru í dag? Já, ég fór sem sagt kenndi íþróttir ansi lengi út í síðuskóla. Fór svo þaðan inn á Hrafnagil, kendi þar stelpum sem voru á meðferðarheimilinu á Laugalandi í 7 ár. Já. Þannig þá kynntist ég svona aðeins öðrum geira heldur en akkurat bara þessari hefðbundnu kennslu. Og svo fór ég þaðan og þegar ákveðið var að stofna fjölsmiðjuna þá var ég ráðinn forstöðumaður fjölsmiðjunnar. Sóttirðu það? Nei, ég var eiginlega bara ráðinn. Það var bara starfshópur í bænum sem var að spá í að stofna fjölsmiðju. Menn fóru svona lítið kringu sig og ég sagðist bara vilja taka þetta að mér.
og þá var það bara ákveðið. Það voru kannski einhverjir sem voru ekkert ánægðir með það. En hverjir stóðu að þessu? Þetta Akureyrarbær og Rauðikrosinn fyrst og fremst og svo stéttarfélögin í bænum sem að sáu að það var bara þörf á einhverju úrræði fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 24 ára. Það var stór hópur í bænum sem var ekki að gera neitt. Hvernig unglingar voru þetta? Já, þetta bara krakkar, venjulegi krakkar sem að bara finna sig ekkert í því sem í boði. Það var flosnað upp úr skóla, ég vildi alltaf. Og gengur illa toll í vinnu og þá vantaði bara eitthvað athvarf fyrir þau eða einhvern stað til þess að vera á meðan sem var svona ekki alveg ekki eins og vinnumarkaðurinn akkurat og ekki skóli heldur, þetta er svona eitthvað millistig. Já, einhvers konar vinna, einhvers konar skóli. Já. Og þú sérð þetta? Já, ég sé þetta. Rekstur frá degi til dags og svona allt sem við kemur því bara. Af hverju fórst í þetta? Þú varst að vinna með ungu fólki? Já, ég var að vinna með ungu fólki, var að kenna og svo kom þetta bara upp og ég sá bara ég var búinn að kenna í 7 ár þarna á sama staðinn á Hrafnagili sem var frábært að vera þar og þá bara datt mér í og þetta væri bara næsta skref og þá bara að prófa. Fyrir þá sem ekki vita, í hverju felst þetta? Þetta er bara vinnustaður fyrir ungt fólk sem er ekki í skóla og er atvinnulaust. Þetta er gert að danskri fyrirmynd. Það eru 100 svona fjölsmiður í Danmörku og það er ein 12 ára fjölsmiða í Kópavoginum og við stofnuðum okkar fjölsmiðu bara að þeirra fyrirmynd. Og ég fór suður bara og heimsótti þau í Kópavoginum og við gerum nánast alveg eins og þau gera. Það er svona mestu leyti og ef ég er í vandræðum með einhverjum hérna þá hringi ég bara suður. Er ekki gamall kollegiðinn úr handboltanum sem var með þetta? Er kannski enn? Þorbjörn Jensson stjórnar þar og er búinn að gera frá upphafi. Já, hann er ennþá þar. Já. Og gamall félagi minn á fótboltanum með þessu, Jóhann Jakobsson, Donni kallaður, hann er starfsmaður þar og ég fer og við ræðum aðeins málið við Donni. Það er ekki leiðilegt þar? Nei, það er mjög gaman, það er mjög gaman. En Erlingur, voru þetta krakkar þá héðan frá Akureyri eða víðar að? Þetta eru mest krakkar frá Akureyri en þau komu úr sveitarfélögunum hérna í kring líka. Þingeyjarsveit, Svalbarðsströnd, Hörgársveit og utan Dalvíkurbyggð líka. Þannig að þetta var innan á Eyjafirði náttúrulega. Og er þetta þá orðið svona meira sameiginlegt allra þessara sveitarfélaga eða? Nei, það er Akureyrarbær sem stendur að baki þessu og Vinnumálastofnun að stærstum hluta. En svæði Vinnumálastofnunar er náttúrulega svo stórt að við tökum einn og einn krakka úr öðrum sveitarfélögum líka. Fáðu laun? Já. Þau mæta vinna 6,5 tíma á dag og fá bara fyrir það laun sem svarar svona cirka atvinnuleysisbótunum. Og fer aðeins eftir aldri hvað þau fá mikið og hvaða reynslu þau hafa. En það eru í sjálfu sér alveg ágæðs laun fyrir að vinna 6,5 tíma sem þau fá. Sko. Ég hef nú litið svo sem inn til þín þarna, nokkur sinnum og veit alveg hvernig þetta er. En hvað eru það að pást við? Þetta eru nokkur verkefni. Við erum með nytjamarkað sem er svona kannski okkar helsta vörumerki. Við seljum þarna notuð húsgögn sem Akureyringar og nærsveitamenn gefa okkur og við erum með bíl sem sækir og sendir. Svo erum við með bílaþvottastöð. Við erum með eldhús og mötuneyti þar sem gestur og gangandi geta komið í hádeginu og fengið hádegismat. Já. Og svo erum við með svona raftækjaverkstæði. Við erum meðal annars að taka í sundur allar tölvur sem kom inn hérna á Akureyrarsvæðinu og flokka þær til endurvinnslu. Jaha. Og svo svona ýmis smáverkefni sem við grípum í. Við mokum snjó fyrir gamla fólkið og við erum svona í smáverkefnum hér og það líka. Hvernig gengur að halda fólkið að verki? Það gengur yfirleitt bara vel. Já. Og svona þessir eldri og reyndari starfsmenn hjá okkur, þeir segja það hinum sem koma inn til, hjálpa okkur við það. Þannig að þetta svona rúlar bara vel. Hvað stoppaðu lengi við? Það er allur gangur á því. Alveg frá bara þeir sem eru styst 1-2 vikur og þeir sem eru lengst hjá okkur eru svona 2,5 ár. Já. En meðaltalið og kannski svona reikna með að menn séu kannski 6-8 mánuði. Eru þau þá í svona einhvern segi markvissi þjálfun eða þurfa þau bara aðlagast? Já, þetta er aðalega það, aðlagast að vakna á morgnana og borða reglulega. Við borðum morgunmat og hádegismat hjá okkur í vinnunni. Já, saman. Og svona koma smá rútínu bara á lífið, já. Er það kannski það sem hefur verið vandamál hjá mörgu þessu ungu fólki? Sumum, sko. Vandamálin eru bara svo fjölbreytt að það sem hendar einum, það hendar ekki öðrum, sko. Nei. Og þetta er bara mjög misjafn hópur, sko. Já. En heilt yfir, þetta er góðir krakkar? Já, það er langstærsti hlutinn. Sérðu góðan árangur að þessu? Já, við höfum nú svona tekið saman alltaf
hvernig þetta gengur og það er svona 65-70% aðeins sem fara í eitthvað sem að við erum alveg samþykk, sem fara í vinnu, flest fara í vinnu, fara aftur í skóla, sumir fara í meðferð eða í einhver önnur úrræði og svo eru svolítil prósenta, svona 20% kannski sem fara frá okkur og vilja ekki vera hjá okkur, líkar þetta ekki og finnst þetta ekki passa sér. Og svo er svona 10-12% sem að við höfum þurft bara að losa okkur við sem að bara samstæðari gengur ekki. Já. Og þá verð ég bara að reka þau. Hvað verður svoleiðis fólk? Já, oft eru einhver önnur úrræði sem grípa þau og þá fara þau bara aftur til Akureyrarbæjar eða Vinnumálastofnunar eða eitthvað sem að reyna þá að finna önnur úrræði ef þetta gengur ekki. Fer þetta ekki svona, tekur þetta ekki inn á þig? Hvernig það gengur og hvað verður þau? Það kemur fyrir sko, en yfirleitt reynir maður nú að gera það ekki. Þegar maður fer heim eftir vinnu þá reynir maður að fara í eitthvað annað sko. Já. En jú, það kemur auðvitað fyrir en maður verður náttúrulega að taka það jákvæð út úr þessu og við höfum fengið bréf frá einstaklingi sem var hjá okkur og okkur gekk bölvanlega með sko, en hann þakkaði okkur kærlega fyrir og sagði að þetta hefði bara styrkt sig og hjálpað sér rosalega mikið. Já. Það eru svoleiðis punktar sem að halda þessu góðu sko. Er ekki einhverjar svoleiðis góðar sögur? Jú, eins og þetta sem ég var að nefna, þegar maður fær bara bréf sko, og svo koma náttúrulega fullt af þessum krökkum, koma aftur til okkar og fá sér að borða hjá okkur í hádeginu og eitthvað svoleiðis bara til að spjalla og hitta okkur sko. Já. Og það eru kannski mest í plúsin ef þau hafa áhuga að koma aftur og til að spjalla við okkur. Gerið þið við húsgögn, gerið þið það upp eða þess áttar eða hafið þið svona þannig aðstöðu? Nei, við höfum ekki þannig aðstöðu og erum svona spá í það hvort við höfum eitthvað að fara í það. Við svona skrúum og límum aðeins en við tökum húsgögnin og reynum kannski að þurrka þeim og þrífa þau og svo reynum við bara að selja það aftur. Já, en þetta er allt óskaplega ódýrt. Já, og markmiðið með þessu er náttúrulega að aðrir njóti þess. Við fáum svolítið pening til að reka starfsemina og það fari bara, við fáum ógrynni af húsgögnum og það fari sem mest í gegn. Já, og gerir það? Það gerir það alveg ótrúlega. Ég kom einhvern tíma með stórt og mikið þungt sjónvarp sem þú tókst úr skottinu hjá mér og þeyttir inn á bekk. Fer allt svoleiðis? Já. Við að vísu afþökkum svona 80% af sjónvarpunum, túbusjónvarpunum sem okkur eru boðin. Það eru boðin 2 og 3 á dag sko. Túbusjónvarp? Já. En það það fer nánast allt sem kemur þarna inn til okkar. En Ellingur, hvaða fólk kemur til að skoða? Allir. Allir? Þetta er gríðarlega vinsælt. Það er fullt af fólki sem kemur 2 og 3 í viku bara því það er svo gaman að koma og skoða. Já. Það er bara allir velkomnir. Og kemur svo fólk sem er að leita einhverju sérstöku? Já. Og allt niður í hluti sem ég hef ekki hugmyndu hvað er sko. Nú. Já, það er alveg ótrúlegustu hluti sem við spurt um. Já. Og
Já, já. Og svo komu þarna alls konar kempur og tóku þátt í þessu starfi. Já, þetta var svona ákveðin múasing með þessu, bæði náttúrulega innan þessar manna sem voru að reyna að stjórna og svona, safna penningum og fá þetta fólk. Og Alfreð lyfti náttúrulega grettistækjum bara með sinni nærveru, sko. Já, já. En svo varð bara múasing út allt Norðurland, má segja, og kannski út allt land bara með okkur. Það var eiginlega sama, ég fór í fermingaveislu austur í Kinn og þar voru gamlar kellingar sem greinilega fylgdust með, sem höfðu sennilega aldrei áður vita hvað íþróttir væru. Nei. Fór allt í einu og var eitthvað gaman að fylgjast með á Norðurlandi, sko. Já. Er það þannig að sko, dreifbílið heldur þá með dreifbílisliði? Já, það er ekki vafi, sko. Nei. Eigum við að hlusta á lag sem þú valdir? Valdirðu það lag? Já. Ég hef nú nokkur sinnum einhvern tímann fengið að velja lög og það er nánast alltaf sama lagi sem ég vel, sko. Já, það er lagið. Já. Það er Hotel California með Eagles. Það er reyndar dálítið langt lag, við getum ekki spilað það allt saman. Nei, það er allt í lagi. Þú mátt klippa hvort sem þú vilt framan eða aftan að þig. Já, en við skulum aðeins fá Hotel California og fá að sjá nokkra myndir frá þér í tengslu við þetta. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. They pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Ellingur, er þetta músíkin sem þú hlustar á? Já, frá þessum tíma allavega, sko. Hlusta mikið á það. Það er nú komin einmitt ný útvarpsstöð einhvers staðar sem ég hef heyrt. Fann allt í einu bara fyrir slysni og spilar eintóma svona eldri músík og það ávið mig svo stundum. Þú veist ekki hvað stöðin heitir, Nei. þú viskar á að stilla hana. Jú, hún heitir Retro, held ég. Já, þannig að þá hlustar þú bara á þessa músík. Það er gott að fá svona stöð. Já. Þegar maður er að hlusta á músík, ég hlusta nú ekki mikið á músík, það er svona í Gerðu það bílnum ekki? öðru hvoru og svona. Nei. Ertu frá Akureyri? Ég er Akureyringur, já. Ekta? Já, ég held að það sé óhætt að segja það. Ég er fæddur og uppalinn hérna, já. Já. Foreldrar? Foreldrar mínir eru Kristján Erlingsson sem er fæddur hérna rétt inn í Firði en bjó hér alla tíð og mamma er Valgerður Jónsdóttir og hún er fædd og uppalinn austur á Eiðum. Já. Kom hérna í menntaskóla og ílimtist. Ertu ættaður þá austan? Já, mamma er semst austan, já, og ég á fullt af frændfólki á Egilsstöðum og þar í nágrenni, sko. En svo var aftur mamma hennar er úr Skagafirðinum, þannig að þetta svona dreifist allt saman. Fer þess og kruss. Já. Þú heitir eftir afa þínum? Ég heiti eftir afa, já. Ellingi Davíðssyni? Já. Ritstjóra? Já. Skrifar þú? Nei, ég hef ekki erft þennan hæfileika hans. Þekkirðu verkin hans? Já, ég hef lesið svolítið að þeim, sko. Já. Það var merkur maður hér í bæ. Já, það er margt sem er ennþá kennt við hann hérna, sko. Já. Eins og til dæmis ef slæmar fréttir hérna úr bænum eftir helgar þá er talið að aðkomumenn hafi verið að ræða. Já. Þetta er frasi sem var alltaf í blaðinu. Já, og það var náttúrulega mjög fræg fyrirsögn í Degi sem var negri í Þistilfirði. Já. Þá var það einhver þeldökkur maður sem hafi komið og verið þar held ég einhverju vinnu í sveitinni. Þá var komið negri í Þistilfjörðin. Eru þið tvö systkini? Nei, við erum þrjú. Þeir eru þrjú? Áttu systur líka? Já, systur sem heitir Katrín og hún er 4 árum yngri ég og býr í Stokkólmi og er gift sænsku manni. Já. Og svo bróðir minn Jón, hann býr í Reykjavík og er 5 árum yngri ég. Og þið hafið verið saman í íþróttum? Já, við vorum saman aðeins, hann var náttúrulega nokkur árum yngri en við vorum aðeins saman í fótboltanum. Þið voru Íslandsmeistarar saman? Já, 89, það passar. Og svo spiluðu þið í úrslitaleik í handbolta einhvern tímann? Já, þá voru við í sitt hvoru liðinu. Þá voru þið sitt hvoru liðinu og ég var að vinna á útvarpinu þá og ég spurði mömmu með hvorum hún héldi. Hún gat ekkert gert. Nei, þetta var erfitt fyrir hana held ég. Já, býtu, hvernig fór það? Ég held nú að við höfum unnið þarna allavega einn bikarúrslitaleik á móti Valinn. Svo töpuðum við aftur einhverjum Íslandsmeistaratitil á móti en þetta voru margir úrslitaleikir þarna. Já. Ég held að mamma sé nú þokkalega sátt við þetta skiptist aðeins á milli okkar. Áttu verðlaunapenningana?
Þeir eru til, sko. En? Það er djúpt á þeim. Nú, ertu ekki með þetta uppi? Nei. Þetta er í tösku einhvers staðar inn í geymslu. Það verður alveg að játast. Ertu ekkert mikið fyrir svona? Ekki þetta, sko. Nei. Ekki allavega að hafa þetta upp á veggjum svona. Nei. Er þetta gott í minningunni? Já, það er ein mynd af okkur Íslandsmeistaraliðinu 89 sem er, fólk getur séð að kemur til mín. Upp á vegg? Já, ekki upp á vegg, það er reyndar í aukaherbyrgi en það er sama. Inn í þvottahúsi? Já. Já, við þurfum að aðtúa það. Já. Ellingur, sko, afinn var ritstjóri á degi og Dagur var málgagn framsóknar á þessu svæði. Þú ert framsóknarmaður. Já. Eins og Jói vinnurinn sem fór með þér í skólan. Já. Ég dróði í skólan. Og þú hefur starfað í pólitík. Já, undanfram 8 ár hef ég verið hérna í bæjarmálapólitíkin aðeins og hef sett í íþróttaráði fyrir framsóknarflokkinn. En ég hef svo sem ekkert verið eldheitur í landsmálapólitíkinni. En mér hef þótt mjög gaman í bæjarmálapólitíkinni. Ég hef hins vegar hætti því núna. Á hverju? Ég hef bara komið nóg. Ég hef búin að vera 8 ár að starfa í nefnd þarna fyrir flokkinn. Í hvaða nefnd var það? Var það íþróttaráði, sko? Já, það var eingöngu það. Fórstu aldrei inn í, sko, þú komst ekki inn í, eða þú varst í framboði? Ekki? Jú. Já. Ég var í 4. sæti á listanum held ég, eða 5. sæti eða eitthvað svoleiðis, sko, síðustu 2 kosningum, en ekki núna. Núna var ég eitthvað starf aftarlega bara til þess að svona. En þú eru aldrei verið í bæjarstjórninni? Nei. Og við höfum verið í minni hluthafa fyrst núna sem Framsóknarflokkurinn er aftur í meiri hluthafa. Já. Fagna því mjög náttúrulega. Já, er það ekki? Meirður þetta ekki allt annað líf? Já. Og við mætt á fundi og svoleiðis, sko. Mér finnst gaman að taka þátt í umræðinni. Hvernig stöndum við okkur? Við stöndum okkur nú bara ágætlega held ég, sko. Auðvitað komum eitt og eitt mál sem menn er ekki alveg sammála en ég held að svona 80% tilvika eru menn nokkuð sammála. Já. En það sem að svona kannski hvatti mig upphaflega til að fara í þetta var það að ég var svona einn af þessum sem að satt heima og fáraðist yfir hvað allt væri gert asnalega í bænum og svo fer maður og kynnist þessu og fer inn í þetta sjálfur og ræðir málin og fær að heyra rökin og svoleiðis, sko, að þá sér maður að þetta er ekkert allt sama vitleysingar sem starfa í þessu, sko. Nei. Þannig að menn eru kannski búin að fjalla aftur og baka áfram ákveðin mál og svo er tekin ákvörðun að gera þetta svona og þeir sem ekki þekkja söguna, þeir náttúrulega finnst sumt að þessu asnalegt. Já, auðvitað. Þín hugðarefni í bæjarmálum? Ég hef náttúrulega verið í íþróttamálunum og svo hafa alltaf allir skoðun á skipulagsmálunum. Já, komdu með þau. Hvað finnst þér? Já, til dæmis bara nú er verið að gera göngustíg frá Höfnesbryggju og inn að flugvelli og inn fyrir flugvöll og hann er kominn langleiðina. Þetta er frábært, finnst mér, sko. Ég skal segja það að ég vinn þarna inn frá inn að flugvelli og þetta er ótrúlega mikið notað. Þetta er magnað. Og nú er akkurat hérna fyrir neðan leikhúsið er verið að vinna í þessum stíg og það átti bara malbika beinan stíg en það kom hugmynd frá Sigfúsi Karlssyni sem satt hjá okkur í Framsóknarflokknum að breyta þess að brjóta þetta upp og búa til brýr og eitthvað svoleiðis á leiðinni þannig að þetta verður, og bryggjur, þannig að þetta verður miklu meira aðlaðandi. Skipulagsmál, íþróttamál, hvernig stöndum okkur í íþróttamálunum? Við stöndum okkur svona þokkalega. Við höfum svona eignast einn og einn afreksmann í íþróttum en svona árangurinn finnst mér ekki vera nógu góður yfirleitt í íþróttunum hjá okkur. Meinar þá miðað við hversu góð aðstaðan er? Við erum með aðstöðu sko á heimsmælikvarða. Já. Ég held að það sé hvergi bara valla á byggðu bóli jafn góð aðstæða til íþróttaiðkunar eins og hér á Akureyri. Þannig að við náum ekki alveg nógu góðum árangri finnst mér. Hvað veldur? Ég bara veit það ekki. En við höfum líka sko skipulagsmál og íþróttamál tengjast náttúrulega oft. Já. Við höfum verið svolítið sko áhuginn eða krafturinn í íþróttafélagum fer oft í þetta að krefjast betri aðstöðu. Já. Við erum alltaf, það vantar nýjan fótboltavöll, það vantar nýtt íþróttahús, það vantar betra aðstöðu fyrir þetta. Svo þegar það komið þá fara menn bara að eltast við næstu tegunda íþróttamannvirki. En krafturinn fer ekki eins mikið í að efla starfsemina sjálfa og ná árangri í íþróttum. Ellingur, við erum með allt. Við erum með íþróttahús við Kveldskóla, við erum með fótboltahús, skautahöll og frábæran frjálsíþróttavöll. Og sko félögin bæði, Þór og Káa, með fína aðstöðu. Frábæra aðstöðu, sko. Hvað? Hestamenn, tala ekki um það? Já. Þeir eru með flotta aðstöðu. Skíðamenn. Já, mjög góð, sko, besta aðstæðan á landinu þar. En leiðin hefur ekki legið upp á því samt í árangrinum. En það kannski þarf að hlúa bara betur að því að hugsa meira um það. Við Káamenn til dæmis vorum Íslandsmeistarar, áskrifendur Íslandsmeistaratitlum í handbolta, yngri flokka í mörg ár.
En það hefur ekki náðst núna undanfarin ár. Og hvað veldur því, veistu það ekki? Nei, við höfum ekki fundið Hvað segir þið ykkar á milli sem að starfa í þessu? Við ræðum þetta fram og tilbaka og hvar erum við að slá slöku við, hvað gerum við, í hverju erum við ekki nógu góðir og við höfum ekki svona náða, við höfum vísu náð hafa að fara að fækka hjá okkur í handboltanum. Já. En við höfum náð að bregðast við með það, nú svona þokkalega fjölmenntorðið aftur og þá vonum við að árangurinn komi í kjölfarið. Menn hafa verið að vanda sig við að ráða þjálfara og svoleiðis. Þetta bara naflaskoðun sem þarf að fara í alltaf reglulega. Ellingur, ætlarðu að draga þig út úr þessu pólitíska dæmi, að hætta þar eða? Já, ég semst gaf ekki kosta mér inn eina nefndir eða ráðið eða neitt svoleiðis fyrir Nei, þú fer bara á framsóknarfundi? Nú mæti ég bara á félagsfundi og tek þátt í umræðinu og svoleiðis. En ferðu á fundi hjá öðrum stjórnmálasamtökum? Ég hef ekki gert það, nei. Hefur þú verið beðin að ganga til liðs við fleiri aðila? Nei. Hefur þú ekkert verið beðin þá að halda áfram í framsóknarflokknum? Jú, bara svona sko, hvort ég vil ekki vera, þetta svolítill hópur sem að mætir á fundi til þess að ræða málin og ég held að það við viljum gjarnan fá miklu fleira fólk sko. En hvað finnst þér þá fyrst við setjum hér á Akureyri, hvað finnst þér þá svona uppbyggingu í bænum og svona heilt yfir? Já sko, núna virðist hafa verið ansi mikið að gerast, það virðist vera að lifna yfir Glerártorgi og það fullt af nýjum fyrirtækjum hérna bara í miðbænum. Þannig að mér sýnist vera bara nokkuð góður gangur á öllu hér í bænum. Já. Af hverju fórst þú aldrei í íþróttaiðkun annar staðar heldur en hér á Akureyri? Ég fór reyndar einn vetur. Ég fór einn vetur til Noregs og spilaði þar. Einn vetur. Einn vetur? Já. Og var að vinna í Oslo, rétt fyrir utan Oslo og spilaði 1 ár. Það var mjög gaman. Já. Ég játaði alveg, ég var bara kannski ekki orðinn nógu þroskaður, ég var bara með heimþrá og langaði að vera hérna heima. Já, ertu heimakær? Já, ég það nú mjög sko. Já. En hvað gerirðu í sumarfríum? Sumarfríum fer ég náttúrulega, ég fer austur í Kinn, þannig sem kona mín er. Við verðum að tala um kona þína, hver er hún? Hún heitir Karitas Jónsdóttir og er að læra leikskólakennslu og er að taka meistarapróf þar, að skila meistararitgerðinni þar. Og við höfum saman dóttur sem heitir Arna Valgerður og hún er í sálfræði í háskólanum. Já, hún er fullorðin. Háskólanum hvar? Háskólanum Akureyri. Það báðar þar. Konan mín er úr Kinninni og ég fer gjarnan þangað í fríum, út Kinn. Ætlarðu að halda áfram í Fjölsmiðjunni? Sérðu það fyrir þér næstu árin? Já, ég sé það fyrir mér næstu 2-3 árin allavega. Og sérðu þetta eflast? Já, það er alltaf verið að spá í það. Og ég er að vonast til þess að við getum eldt eitthvað eftir að við komumst í stærra húsnæði. Þá svona, það gefur meiri möguleik allavega. Og bæjaryfirvöld tilbúin? Þau hafa verið mjög velviljuð, bæjaryfirvöld. Og allt vilja fyrir okkur gera. Er það bara létt yfir þess svona í heildina? Já, lífið er bara gott sko. Ég bað þig að koma með einhvern hlut en þú hættir eitthvað. Ég er viss það vegna að þú mundir ekkert hvað Íslandsmeistara peningarnir eru. Þannig ég tek þá bara sem gilda. Já, allt í lagi. Ég sýna það einhvern tíðan seinna. Þú gerir það. Elling minn, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Farnist yfir. Takk.